Síðan að bara jarðhræringar hófust og land fór að hristast árið 2021, þá fór strax í gang mjög þétt samtal á milli orkufyrirtækjanna á svæðinu, Landsnet, HS Orka, HS Veitur, önnur veitufyrirtæki og Rarik að gera svona sviðsmyndagreiningar. Hvernig var hægt að verja orku innviðana, bæði fyrir jarðskjálftum sem var kannski hort á fyrst en síðan eldgosum. Eftir 7 eldgos á 3 árum og síðustu 4 voru bara síðustu 4 mánuði, þá samt áhugavert að hugsa það að eftir fyrsta gosið í Geldingadölum þá hófust töluverður undirbúningur með almannavörnum. Það frumkvæði meðal annars HS Orku í að nýta þetta tímabil í svona til vísindastarfa. Það voru gerð hraunflæðir í líkön, það voru setti strengir í jörðu, prófað að búa til eyðigarða. Þessi vinna var svo til þegar að október og svo 10. nóvember stóri jarðskjálftinn dynur yfir og fær viðbragð allra aðila upp á næsta stig þegar almannavarnir hækka neyðastigið og við búum á því. Þetta var til, það var til plan. Kannski munum eftir því að við vorum í prófunum bæði að gera garða og við leystum línur og grófum niður strengi og notuðum það tækifæri til þess að reyna að afla okkur þekkingar. En síðan þegar að alvöru ógn kom að innviðum að svæðinu að þá vorum við tilbúin með lausnir sem að virkuðu. Það sem sagt reyndi á okkar verkfræðinga auðvitað sem að við höfum búum yfir hér á Íslandi með gríðarlega þekkingu sem að útfærðu þetta þó þannig að gagn varð af. Almannavarnir hafa stýrt þessu ótrúlega vel og öll fyrirtækjasvæðinu sem og sveitarfélög hafa dustað rykið af neyðaráætlunum uppfærtar. Við erum til dæmis hjá HS Orku með neyðarstjórn þessu 17 manns síðan og á tímabili í nóvember þegar óskapinn dundi yfir þá voru vaktaskipti við vorum með 3 tíma, fund á 3 tíma fresti allan sólarhringinn. Við höfum náttúrulega svona í aðdragandanum unnið mjög mikla vinnu í okkar áhættumati og viðbragðsáætlunum og að tryggja okkar bjargir og nauðsynlegan búnað og fara yfir málin með starfsfólkinu okkar. En í raun þá vitum við ekkert hvað gerist og það kemur bara í ljós og eftir það þarf að bregðast við aðstæðan. Hvernig undirbýr maður sig þegar óvissan svona mikil? Maður fer svona bara ósjálfrátt svolítið upp á tærnar og þetta byrjar svona í kollinum. Maður hvað þetta vakinn og sofinn yfir þessu alla daga og öll kvöld einhvern veginn og svo bara þekkja kerfið. Það hefur gríðarlega mikið að segja og vita hvaða möguleika við höfum. Þið hjá HS Veitum eru búin að snjallmæla væða ykkar veitusvæði. Hvaða hlutverki gegndu þeir í þessu öllu saman? Bara mjög mikilvæg. Það var náttúrulega í þessum undirbúningi þá var búið að taka saman og útbúa alls konar skýrslur sem að geti þá með einföldum hætti sýnt okkur álagið á hverju dreifistöð fyrir sig og þar af leiðandi þar sem að við sáum dreifistöðar sem voru komnar á þolmörkum þá gátum við með auðveldum hætti brugðist við því. Við fórum bara í það að senda út fjölda skilaboð niður á dreifistöðar þar sem álagið var komið að þolmörkum og í flestum tilfellum þá bara tók fólk vel við sér og við sáum bara draga úr álagi sem að hjálpaði gríðarlega til. Ég held að það sé svona lykillinn að þeim árangur sem við höfum náð. Við höfum bara gefa okkur tíma, greint vandamálin, hvaða möguleika við eigum í stöðunni og reynt að nýta innviðana eftir bestu mögulegu leiðum hverju sinni.